Já, hvað sagðirðu? Táfíla. Táfíla? Táfíla. Táfíla. Það er svo mikið táfíla. Hún reyndar skánaði eftir að ég hendi skónum út. Já, það. Já. Þetta bara svona þegar maður fyrir ekki styrta með mændir í þáttum. Já, þetta er svolítið þannig. Svolítið þannig. Halló. Heyra allir. Já, það heyra allir. Þetta er smegsi núna. Ég komst líka að því hvað gaurinn í Weekend var að syngjum þegar hann var að tala um að hann væri blinded by the lights. Já. Það er þegar hann keyrir í sólinni og sólinn svona skín beint á. Nú? Já, ég bara lendi í því á leiðinni. Þá bara var sólinn í svona andlitshæð á bílnum. Skilur hvert er að fara? Nei, ég skil það ekki. Nei. Já, nú skil ég hvað, ég var að gera eitthvað vitlaust, það kom eitthvað svona effekt. Vá, já, þess vegna var að tala nú er ég konáttur, ég var að fikta hans í takkaborðinu. Jú. Vorum við að bergmála smá? Já, vorum eitthvað í bergmáli. Við náttúrulega erum inn í helli. Já, við erum inn í hellinum. Wow. Ekki þú, bara ég. Já, ég er að tala við í síman alltaf. Já. Núna ert þú með mér í hellinum. Wow. Þetta er svo magna. Við erum mættir í hellinum. Við viljum ekkert vera í þessum helli. Nei. Óskar, ekki bara byrja á daglegu brauði. Hvernig vika er búin að vera? Herru, ég er búin að vera pínu lasin. Lasin, já. Ég hef aldrei lent í þessu áður. Ég er búin að vera með hálsbólgu. Og bara með hálsbólgu, ekkert annað. Ég er bara búin að vera eldhress, fyrir utan ég er bara búin að vera ógeðslega mikla hálsbólgu í svona 4-5 daga. Já. Og ég get ekki útskipt að hverju. Nei, það er haustflensan. Já. Hún kemur alltaf svona reglulega. Jú. Ég held það. En hefur þú einhvern tímann lent í að vera lasin og bara fá hálsbólgu? Já. Ég fæ alltaf svona fyrst kvef, svo hálsbólga og svo hósti. Já, einmitt, maður svona, ég býst alltaf við kannski smá hiti, hósti. Já. Ég er bara búin með hálsbólgu, annars bara eldhress. Kannski er það bara eitthvað að gerast, bara eitthvað með þig. Kannski bara kyngdi ég rækulega blaði í svefni. Já, kannski er það bara borðar eitthvað heitt eða eitthvað. Ég bara man ekki neitt. Nei, ég er ekki læknir, Óskar, en ég leysi samt öll vandamál. Ertu ekki áhugalæknir? Nei, þú ert ekki eins og Jóngnar. Nei. Hann er nefnilega svona áhugalæknir, sko. Já. Er hann bara svona, já, ég er með frunsu. Já, frunsu? Já. Ég veit ekki, frunsa er fyndið orð. Frunsa? Já. Þannig að frunsaðinn. Hættu svona frunsaðinn. Við erum afskaplega þreyttir eitthvað. Já, þetta er... Það er búið að strempin vika. Já, má segja. Þetta er... Annars sem ég gerir var bara taking care of business, en það er undir svona... trúnaði, þannig ég má ekki segja neitt. Já, ok. En gaman að því. Já, það er gott að þú skemmtið þig með það. Já, og hvernig er vikan þín búin að vera? Vikan mín, Óskar. Vikan mín er búin að vera þokkaleg. Já. Ég bara, það er búin að vera mikið afmæli. Pabbi minn átti afmæli og... Já, til að hengja með það. Og takk fyrir það, og það er bara búin að vera svona afmæli stús. Já. Bara upp á síðustu daga og svo er ég fyrir afmæli núna á morgun. Mamma mín afmæli, það eiga bara allir í fjölskyldur minn afmæli í október. Bara sama tíma bara? Já, hún á ekki afmæli á morgun, en við erum bara að halda upp á morgun. Sko. Já. Ok, frábært. Og við fyrir út að borða og eitthvað rosa kúl. Segir það 15. október? Já, það er á morgun? Það er á morgun, já. Og þegar þú ert að hlusta þá er 18. október, eða eitthvað? Já, er það ekki? Jú. Já, ég held það. Vonandi. Nei, 17. Nei, 18. Kemur í ljós. Ég er ekki verið að reikna þetta og það er alveg óþarfi að reikna eitthvað svona út. Já, afmæli. Já, þannig að ég er bara að stúsast í því og vinna. Bara, sko, jólin, Óskar. Þau er að fara að koma. Það er bara mánuður, þá er það 1,5 mánuður, að fara jól. Vá, maður. Og þar sem að ég er með verslun og er verslunarstjóri og þá er ég að undirbúa það tímabil. Bara núna? Já. Það er rosalegt. Þannig að, og svo er ég að fá heimsókn frá yfirmönnum, svona, sko, frá
útlandinu er fara að koma til Íslands að fara svona ég er hit og hóður og þetta svona þetta og eitthvað og ég er bara og þannig að núna er svona ennþá meira líka að ég er að undirbúa það líka. Já. Þannig að- Sína að þín búð er flottasta búðin í bænum. Þetta er bara svona þetta er eins og þetta er gestastælar svona nokkurn veginn maður að sjæna allt, þetta er eins og að fá sko, heimsókn frá þú ert að hitta kærastæðin að koma í fyrsta skeitt í heimsókn og þú vilt ekki hafa óhrina nærbjörns út allt eða eitthvað Já, nokkuð. þannig að ekki nema að það sé eitthvað þeng sem þú vilt hafa ég er það ekki Maður þarf að taka til. þú þarft að, það má ekki ég bara núna er ég að fara að kenna leksju þú þarft að ease into the filthiness Já. já. Já, kynna það svona fyrir bara, Fyrst þarf það að vera svona algjör snirtipinni Já. svo máttu aðeins láta það dala sko. gleym aldrei þegar ég prumpaði fyrir framan Helgi fyrst skeiti. Já, Þá var ég búin að vera bara að halda í mér ógislega lengi, eins og hefur alltaf verið, skilur. Og- eins og allir gera Og sko, ég ætlaði að láta þetta alveg endast í svona hálft ára eða eitthvað. Og síðan bara svo erum við bara eitthvað, ég er búin að halda í mér ógislega lengi. Svo erum við bara eitthvað að setja sig í sófan. Og þetta er ekki leðursófi, þannig ég get ekkert verið með þannig ásökun. Þannig bara leiður ég hlammaði mér í sófan þá bara svona þvílíkt hljóð og ég bara svona fuck, sorry, og hún bara mér er alveg sama. Já, það er Já, bara, þú veist það, Óskar það gerir þetta allir sko. það er nefnilega gera þetta allir og ég skil ekki hvernig þú ert búin að fara í gegnum grunnskóla og aldrei prumpa. Já, þetta er svona. Ég ætla að segja eitthvað rosalega gáðilegt en ég er bara búin að gleyma því. Já, það er bara kemur fyrir. En Óskar minn, ert þú tilbúin? Já, talandi að vera tilbúin. Ég er nefnilega ekki tilbúin í jólin. Já, ekki? Nei, því að mér finnst bara að vera 15 dagar síðan við vorum að tala við Kertasníki bara fyrir árið síðan. Já, en við þurfum að ringja hann aftur úrlega. Heyri Kertasníki? Heyri Kertasníki og gera eitthvað skemmtilegt um jólin. Já. En það er seinna tíma. Það er seinna tíma mandavál. Ertu tilbúin? Já. Ertu tilbúin? Já. Tölvur og tækni hafa þróast mikið síðustu ár og er fyrir flesta orðið mikið vandamál. Við erum með mörg tól og tæki til að nýta okkur í daglegu lífi, en það kunna ekki allir á þessi tæki og tól og hreinlega skilja ekki. Hræðsla, nýjungar, þekkingarleysi eru dæmi þau vandamál sem flestir einstaklingar glíma við. Eins og, hvað er Netflix? Ít á Control Alt Delete. Hvernig virkar þetta? Við erum lausnamiðaðir vandræða gemsar og erum tveir loðnir. Já, Óskar minn. Já. Tölvur og tækni. Tölvur og tækni, kallir minn. Já, akkur þetta taka... Nei, ég bara kann ekki á þetta. Nei, wow. Vá. Ok, sondið breytist mikið. Já, vá. Sett þetta aftur á. Setja púðan aftur á. Já. Það getur verið að fikta í þessu sem þú kannt ekkert á. Sorry. Já, tölvur og tækni. Tölvur og tækni. Já. Ég kann ekki á tækni eins og þú sér. Já, ég veit það. Þetta er búið að alveg gjörsamlega breyta öllu. Tæknin, bara, þetta sésnið. Já. Talandi tækni, manstu eftir nýjasta tækni á vísindi þáttur? Já, það var æðislegt. Ég dýrkast þetta, við vorum að tala um þetta í dag í vinnunni. Ég sakna gæðin svo mikið því að það var alltaf einhvern svona, það var aldrei horfandi í kameruna, horfði alltaf pínu svona upp í lofti og bara, komið þið sæl. Já. Alltaf. Byrjaði bara, komið þið sæl. Í þættinum í dag. Ætlum við að fara yfir. Og svo voru bara svona fullt af nörda shiti, bara gæjar í bara robotics í háskólanum að fara í svona þraut. Já, þetta var geggjað. Já, geggjað að horfa á þetta. Já, það er mjög gaman. Já. Komið þið sæl. Komið þið sæl. En já. En tækni.
Já. sko, það er mörg vandamál sem leggja þar á bakvið. Jú. Já. Og ég er nú ekki að segja að við sem að lenda í þeim vandamálum. Nei, mér finnst ég vera svolítið tæknivætt. Já, tæknivætt. Já. Ég kann á allt. Þú kannt ekki á þetta. Nei, en ég gæti örugglega Þú kannt ekki á þetta. Þú kannt ekki á þetta. Þetta hérna. Ekki, nei. Nei, ég kann á þetta. Já, þú ert rosalega klára á þetta. Ég er ógæsla Þú flinkur. ítir á eitt taka, það verður grænt, ítir annan taka, það verður rauður og þá bara er þetta að byrja. Það eru 4 rauðir, 5 rauðir takkar hérna og veist ekkert hvað það þýðir. Og svo er eitthvað að blikka þarna og þetta er rosalegt. Já, klikka það. En, já, það er kannski ekki, ég er ekki fara, þú veist, en það gjör svo vel, Óskar, nú leikur þjóð þér. Hins vegar, þá, hvernig ég hef alltaf lært á tækni er bara að fikta. Já, það er málið. Já. Ég hef líka lært á því að fikta. Já. Og bara með því að prófa að ég veit að ég er ekkert að fara að gera neinn mistök. Nei. Þannig að ég svona, bara í dag, þá er yfirmaður minn. Já. Það er svona, já, yfirmaður minn sem var að spurja mig. Hún er að vinna í svona PowerPoint. Já. Eða glæru kynningu og hún er ekki að nota þessum venjulega glæru kynningu, hún er að litakóða innréttinga eða svona búðar útlitt með því að svona, við erum náttúrulega búð mín er svona svæðiskipt og hér er svona ákveðin hlutir og bla 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 og hún er að færa einn svona liti og er að nota PowerPoint í það. Það er bara skilabóð sem hún fekk að utan að gera það þannig og bara allt í lagi og ekkert mál. Ég get kentir að nota PowerPoint sem Photoshop. Já, er það hægt? Ó já, kallið minn, það er hægt. Wow. Og það er bara með því að nota shapes og breyta litum og eitthvað bla bla bla. Og svo hringir hún í mig í dag. Ég bara, þetta virkar ekki. Ég bara, hvað segir, hvað er það? Hún bara, ég skoður alltaf eitthvað út allt og eitthvað, ég bara, ok, bara festum þetta sem bakgrunn og bla 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 og bara lóðu sæni gegnum þetta. Og að það er eitthvað sem held í okkar kynslóð þarf að gera og verður rosalega flinki er að lóðsa fólki skref fyrir skref hvað það á að gera. Já. Við held að við höfum lært mjög mikla þolinmæði með það að gera þetta svona. Já, með eins og fóldra og já, bara svona þú veist, ferð hérna og save as save as, já og svo bara býðum við. Já, ég sé það núna, hérna er save as og svoleiðis. Þannig að við höfum lært bara held ég ótrúlega mikið á þessu. Já. Bara þolinmæði. Þolinmæði, já, algjörlega. Af því að það tekur á að kenna eldri kynslóðinni á tækni og nýjungar. Bíddu, ég ætla að prófa þetta aftur. Tækni og nýjungar. Þetta var smúð. Já, það ekki. Vá. Gekk vel. Ég ætla að prófa þetta aftur. Nýjungar. Wow. Nýjungar. Wow. Vá. Ja, við höfum aldrei verið að nota eitthvað mixerinn eitthvað þess. Við höfum alltaf gert meira minna allt í forritinu. Já, ég mynd. En já, ég hef margoft þurft bara að gera bara laga hluti. Já, sem er kannski eitthvað rosalega lítið. Já. Það er allan eins með mig, þá er nánast hringt í mig aðra hverju viku. Já. Út af einhverju sem þarf að laga. Allt í einu bara, heyrðu Óskar, hérna sjónvarpsrásinnar virka ekki. Og ég bara, já, ok. Ég skal kíkja á þetta. Fer til þeirra. Og basically eina sem ég geri er að taka hérna, hvað heitir þetta? Afröglari já. Segjum það bara. Já. Tekum sambandi, stíkum aftur í samband og þá er það komið. Myndlykill, það. Sko, það er nefnilega með það. Það er rosalega oft lausn á mörgum vandamálum í varðandi tækni. Já. Er að slökkva og kveikja aftur. Já, það hjálpar mjög mikið. Og slökkva alveg. Já. Og það er ekki alveg það sama og íta á off-takkan. Nei. Heldur, fara á bakvið tækið, taka þú úr sambandi, telja upp á 10, setja því í samband og kveikja á því. Já. Það er svolítið málið. Og þetta getur alltaf verið flókið ef þú hefur aldrei tekið neitt úr sambandi áður. Já, það auðvitað. Já. En sko, ég
sko, það hefur komið fyrir að ég þurfti að fá aðstóð frá einhverjum öðrum Já, og það tengist sérstaklega oft vinnunni minni ok. og þá sendir maður tölvupósta á svona IT og það eru einstaklingar sem vinna við að leiðbeina fólki hvernig á að laga hluti já, og bókstaflega að gera það sem við erum að tala um akkur núna, bara þeir gera það bara aðvinnunni sinni Já, og eru bara að gera það gegnum síma bara... annarkvæmt í gegnum síma eða tölvupóst eða eitthvað svoleiðis en það sem mér finnst ógeðslega perandi, ég er svona tæknivæn einstaklingur, ég kann I know technology Wow Nýjungar Wow, gerðist ekki eitthvað? Nei Já, Sandi breyta svo ekki mig, kannski er ég bara að fá hérta á þetta skýrur Já, og svo koma þeir yes, hello og ég bara, yes, hi so it's not working right now, right bara, þetta, nei, no, it's not working have you please turn it off and on again ég bara, ok ég er búin að prófa það samt, sko ég er samt gera það fyrir hann Ok and nothing happens okay, so this I'm not quite sure right now I have to talk to my colleague about it ég bara, wow hann hringdi í mig bara til að segja mér að slökka og klikja á tækinu Alveg nei já en ég er ekki mótið þessu fólk, þetta er gott fólk Já. þetta er mjög góðir kallar Hjálpaði þér mikið? nei Nei, ok jú, yfirleitt en bara til að segja sko þeir sem eru að hlusta, þeir sem eru að vinna kannski í IT eða eitthvað svoleiðis þetta eru danir sem stjórna IT hjá okkur í Flying Tiger já, og þeir kannski að því þeir eru danir þá fer það tjóðna mig líka já, ég held að þessi engin danskur að hlusta á hana þátt Ég var að fara yfir þetta reyndur daginn og það er allan einhverjir 2 frá Kaupmannahöfn 2 frá Kaupmannahöfn Mikið rétt Nei, mér er alveg sama já, þegar þú býrð út í Kaupmannahöfn flott, allt í lagi en ef þú eru danskur já, nei en tækni Já, tækni þetta er búið að þróast alveg gífurlega mikið Ekkert smá hvenær fékkst þú fyrst tölvu, Óskar? Erum við þá að tala um PC bara? Já, ok, leikjatölvu Leikjartölu já, Fyrsta leikjartala mín, ég veit ekki hvort ég talaði um þetta áður en hún var Nintendo 64 já, fékkst hana í jólagjöf Ég fekk hann allir í ammælisgjöf fékkst hana í jólagjöf Ég held að það hafi verið ammælisgjöf jólagjöf Ammælisgjöf ammælisgjöf Held ég. já, Og sagan var þannig að mamma og pabbi vorkendu mér svo mikið út að ég var alltaf að nota texta á þessu töluleik alveg rétt 555 ding og eitthvað þú varst textavarpastrákurinn Já. Og þau einhvern veginn þetta var náttúrulega á Hvolsvelli eitthvað já, það var einhver var- manneskja já. á Hvolsvelli er ég búin að segja þetta allt áður allavega manneskja á Hvolsvelli átti 64 I don't know, vildi hann ekki eða eitthvað já, seldi fóreldrum mínum hana og ég fekk hana ok og þarna og þú leggst þér með bílaleikur, kona, Já. klámstjarna þú ert búin að, já, ok, en öll PC Já, personal computer personal computer það var þannig að frændi minn kom með DOS tölvu, já, veistu hvað það er? DOS, DOS það er eitthvað rosalega gamalt dæmi sko. ok, Þetta var þannig gamalt dæmi að þú kveiktir á tölunni svo þú ættir að stimpla inn einhverja kóða já og ég veit ekki sem 5, 6, 7 ára strákur þá vissi ég ekkert hvað ég var að gera já, ég bara skrifaði kóða, ítt á enter skrifaði fleiri kóða, nei ég skrifaði ekki kóða ég bara gerði eitthvað og ítt á enter já, það er kannski hljómar aðeins trúverðulega ég skrifaði kóða og bara hakkar svo fór ég bara inn í mainframe og bara hacker man já, en það var búið að kenna mér að gera einhverja kóða til að komast inn í leik sem heit Police Quest já, það var rosalegu leikur sælir sko við erum að tala um að Nintendo Entertainment System fyrsta Nintendo talan var með betri grafík já, þetta náttúrulega var ekkert sérstakt þetta var bara eitthvað sjúp en þessi tölva sem þú ert að tala um hún var úrelt fyrir þegar þú varst 5 ára sko. já. En síðan kemur önnur talva sem að er Windows 95 eða eitthvað alveg eitthvað voða gamalt dæmi já. og maður ert að ringja í internetið Já, svona já, og fá hann hljóð eða svona eitthvað. dial up svona bíp og oft þegar eyra mitt ef ég færi með eyra mitt upp af mikrofónu þá myndi ég heyra svipul hljóðsundum já, en
þá mitt basically bara kveikt ég á henni og ég bara fór að fikta sko. Já, og varst hacker man. Þá var ég hackari sko. Já, hackar maður. Já, mín fyrsta tölva, sko, náttúrulega mamma mín átti alltaf tölvu. Já. Svo á ég 2 eldri bræður. Og ég fekk persónulega, sko, mína tölvu held ég því ég var 10 ára. Já. 11 ára eða eitthvað. Bara þín eigin. Já. Mína eigin. Og en hins vegar þangað til þá, þegar ég var 10-11 ára, þá var ég rosalega duglur í að horfa. Já. Ég var svona, það hefur kallast þeim svona backseat gamer, þar sem að einstaklingun horfir á því að spila tölvuleik, en ég var backseat computerist. Það sem að ég satt og horfði á bræðu mína við í tölvunni. Íta á icons og opnaði forrit og... Já, þeir voru ekki svona gerðilegt merkilegt, þú voru bara kannski að skoða bara hérna internetið eða eitthvað, eða skoða, klippa eða forrit eða eitthvað svona, og ég bara og þeir eru, hvað ert þú að gera? Ég er bara að horfa. Ok, bara að horfa, make a sense. allt í lagi, svo voru þeir bara ekki í tölvunni, menn ég bara Þetta er spennandi. já, þannig að mér fannst þetta spennandi. Já. Þannig að þeir gáist upp á því og þeir náðu að hvort þeir fengu tölvu í hendunir að mamma fekk sér nýja tölvu og ég fekk eitthvað gamla tölvu. Og þá hófst hacker Kristbrugur. Wow. Já, fiktaði og svoleiðis. Náttúrulega ég var með, þá var þessi tölva með Windows XP. Já. Og sem er bara mjög svipað á Windows 95 eða 98. Þannig að þetta var mín fyrstu kynni á tækni og tölvum. En ég átti leikjatölvu á undan, sko. Bara, PlayStation eða Nintendo eða eitthvað svolítið. Já, en þú komst aldrei, sko, með PlayStation eða Nintendo, þú fórst aldrei á veraldrarvefin. Wow, þetta eigur sem, ég veit ekki hvað það sé, ég er bara orðin, Já. En, ég ég er að hætta þessu samt, sko. Þetta er hættulegu tæki, sko. Þetta geti orðið ofnotað. Já, af því að ástæðin okkur notan taka núna svona, ég held ég gerði það einu sinni áður einhvern tímann setna langt síðan þá ástæðan hún að því að við erum talað um tækni og vísindi, sko, tækni og tölvur komið í sæl. Já. Ég ætla að segja eitthvað. Já, hvað ætlar að segja? Það var eitthvað með, já, alveg rétt. Mín fyrstu kynni á svona PC leikjum. Já. Ég er náttúrulega horfði á frænda minn, ekki Fannar, eldri frænda minn. Já. Minn Óskar. Já. Skriðu hvað minn. Þú fattar þér? Já, ég bara. Þetta var, hann heitir Ingþór, en ég horfði á hann bara. Minn Óskar. Hann var minn Óskar, ég bara, þetta er frændi minn. Og hann var að spila leikinn svo Diablo, og ég bara, wow, þetta er geggjað. Og Warcraft og eitthvað. Síðan fer ég að leita að PC-leikjum. Og ég fer í morgunkortspakkana. Já, vá. Það var tímabil það sem að fylgdi tölvuleikur, ég held að frekar verið demo bara. Demoleikir, já. Og ég man eftir svona Ástrík og Steinrík tölvuleik. Já. Ég man ekki alveg hvernig leikur þetta var, en allavega ég bara man allir leikir sem ég setti í þessa tölvu. Þetta var ekki Dósin, heldur Hindalan. Allir leikinni sem fór í þessa tölvu rönnuði eins og slideshow. Já. Og náttúrulega þá nefndi ég því ekkert og fór bara í mína Nintendo 64 sem að runnaði smoothly og bara ekkert vesen. Já, þannig að þú fekkst raunni slæma reynslu af persónulegum tölvum. Já. Þarna með tölvuleiki að gera. Já, og síðan bara þetta virkar ekkert. Fór svo aftur að kaupa eitthvað morgunkortin og þá var einhver actionmannleikur, einhvers konar skrítin bílleikur. Já. Og það var líka slideshow. Já. Og það bara virkaði aldrei fyrir mig. Nei, bara gekk ekki upp. Og þegar ég hugsaði lengra, þegar við komum í grunnskóla, þá voru þið allir með ykkar flottu PC tölvur og svona og ég var með eitthvað HP-drasl og ég gleym aldrei, við vorum að lana í Counter-Strike hjá þér, þá sé ég svona vatt sem er bara með öldum og rosa flott þetta er ekki rosa flott en svo harði ég á mína tölvu og þá var þetta bara svona pixlar Minecraft. Já, basically, þetta var svona Minecraft vatn að blikka bara eitthvað. Já. Ég hef aldrei haft góða PC-reynslu, sko. Nei, en þetta er náttúrulega dýrt sport og er bara raunni, sko núna er þetta orðið bara multi-billion business dæmi, sko.
Já. eins og bara tölvuleikir. Núna erum við með League of Legends mót. Já, það er bara í gangi núna. Já, í Laugardalshöllinni þar sem bara sveittir nördar að spila tölvuleika og fá fullt af peningum. Já. Bara fá held ég meiri peninga heldur en ég nokkuð þénað á ævinni. Það er gaman að vita því. Já, það sem að og þetta hefur náttúrulega verið til sem við vorum úlingar, en það var aldrei samþykkt almennilega. Nei, þetta var svolítið, klúrt? Klúrt. Þetta var svolítið dirty, sko. Þetta var dirty, varstu. Bara, ég var að spila tölvuleik. En nei, það var ekki klúrt. Þetta var skemmtilegt. Hann var svona með puttan á hann að takkunum því hann ætlaði að fara að gera bergmál. Já, nei. En já. Það er ekki dæmið, sko. Ég held að þetta var bara illa séð. Já. Tölvuleikir voru bara verk djöfulsins. Já, og eða svona fólk sem var aðeins eða þú veist, fólk sem skildi ekki tölvuleiki var bara svona þetta var bara sem lúðar gerðu. Já. Og lítil börn. Já. Og nú man ég bara eftir því þegar var sagt við mann, ef þú hengur svona mikið í tölvunni þá færðu svona kassa augu. Já. Svona sjónvarpsaugu. Já. Var það einhvern tímann sagt við þig? Það var sagt við mig ef ég sæti og nálægt sjónvarpinu sem ég gerði mjög mikið sem krakki. Já. Og, náttuglu augu. Náttuglu augu? Já. Er það að kalla það? Það var alveg sem var sagt um mig og mér fannst það, ég veit ekkert hvað það er enn þetta í dag en það hljómaði skeri. Já. Býstu að það hafi gert það sama hjá þér? Já, nei, reyndar ekki og ég er ekki með kassa augu í dag, mamma. Nei, náttúrulega. Og ég meira þess að fór til augnlæknis daginn. Ég er búin að sitja fyrir framan skjá bara allt mitt líf. Já. Og fór til augnlæknis daginn og hann sagði að ég var í svona above average með sjón. Með sjón á fólki á mínum aldri, þannig ég bara svona já. Við notum hvorur okkur nota gleraugu. Nei. Við höfum báðir verið fyrir fram að skjá bara meira og minna okkur alla ævi. Í afþrengu, tölvuleikjum og bíó og sjónvarp og allt bara rauninni bara barnapían var tölvan, sko. Já, leiðilegt að segja það en það bara var þannig. Já. Þannig að ég líka fór undir alltaf að grenja þegar ég var hjá barnapíu, þannig. Já, það. Já, betra að setja mig bara fyrir fram að skjá. Já, að ég bara bræðið mínu pössuði mig einhvern tímann og það var bara bíó og eitthvað shit, sko. Ekki. En þannig að þetta er allt ósatt. Já, hana nú. verið fyrir frá skjáin eitthvað bara alltaf. Nei, þetta ekki. Nei. Farið út, leikið ykkur. En þetta er náttúrulega búið að breytast rosalega mikið. En svo afþreying bara er rosalega mikið í gegnum tölvur. Já. Netflix, Disney Plus og alls konar svo leys. Og sem að bara skjóta inn í að foreldrar mínir eru með aðgang að Disney Plus, Netflix og Amazon Prime. Já. Þau kunni ekki að nota það. Nei, svo er það. Svo er það. Og þau bara vilja horfa á hefðbundi sjónvarp. Já, línulega dagskrá. Já. Sem er alltaf lægi, skilur. En svo stundum með mitt bara, Óskar, það er ekki hljóð á sjónvarpinu. Það er bara hækkaði, skilur. Ok, þau kunna svo sem að hækka og lækka. En það hefur átt verið eitthvað svona, alltaf einhver smá vesen. Já. Og það þarf ógeðslega lítið til að laga það. Já. Bara, hérna Óskar, það kemur engin mynd. Og þá hef óvart einhvern veginn farið með dæmið af HDMI 1 takkanum. Já, ítt og vort að takka. HDMI 2 það er rosalega mikið með fólk að þau þekki bara 3 takka. Það er hækk og lækkar, skipt stöð og slökk á sjónvarpinu. Já. Og það er eina sem þau þurfa að vita. Já. Ekki input eða eitthvað svona. Síðan svo held ég sko að eldri kynslóðin haldi að þau muni skemma eitthvað. Já. Þau eldri kynslóðin þorir ekki að fikta. Nei. Það er hættulegt. Já, þeim finnst að vera svolítið hættulegt að fikta. En þeim finnst alltaf að fikta í bílum. Taka þá í sundur og prófa að setja það aftur saman og eitthvað svona. Já, og svona rafmagnstöflur og tengja saman víra sem kannski tengja saman. Já. Ég myndi ekki þóra að koma nált því til dæmis. Nei, ég kann ekki neitt svona. Nei. Það er kannski að því að þessna hringdi okkur þegar tölvuðan bila en ekki þegar bílarnir bila eða rafmagnin. Já. Síðan alltaf þegar ég kem til fótrar minn og er búin að laga eitthvað þá bara, þú ert bara helgur snillingur.
ég man nú ekki eftir að hafa kent til þetta. Hvar lærður þetta? Það er bara að fikta. Ég fiktari með tekník. Þetta er alveg magnað. Ég er búin að fikta svo mikið bara meira að segja í vinnunni að ég gæti tæknilega sér bara að vera að selja fólki vörur sko. Bara út af því að ég er búin að fikta mig í gegnum allt saman til að redda mér. Já. Þannig ég bara get gert allt. Já, Bara fiktaði í gegnum lífið. það er náttúrulega það er bara þannig, maður fiktar og lærir á mistökunum. Og þessna er til undo. Já. Takki sem er mjög hendur. Það er kannski erfiðara með bíl. Já. Bara, sitt aftur saman. Já. En þetta er bara rauninni að lenda á veggi og bara laga það. Já. Algjörlega sko. En sko tölvur. Já. Elskar tölvur. Ja, ég veit það. Við erum búin að við elskum báðir tölvur og það fer ekki fram hjá neinum. Nei, örugglega ekki. Örugglega ekki. Nei. En sko varst þú með svona tilengan tölvutíma? Ég held að með minnir að foreldrar mínu hafi reynt það. Já. En síðan eftir stuttan tíma þá er það bara að hætti það sko. Já. Hvað með þig? Sko, nei. Eiginlega ekki, en það var samt tillaga gerð að netið var tekið af hjá mér. Já. Þegar ég var svona úlingur og bara vaka, spila tölvleik og eitthvað. Ég var cool þegar ég fattaði að ég gæti bara vakaðins lengi og verið þreyttur og verið úrillur í skólanum og eitthvað bla bla bla. Góður tímir. Já, og góður tímir. Já. Góður tímir. Já. En þá var tekið netið af. En þá nefnilega var svona ekki lausn ekki hjá mér en ég beið bara í klukkutíma. Já. Mamma hélt að ég var farin að sofa þennan klukkutíma þannig að því henni langaði fyrir tölvuna að fara á internetið og skoða tölvupóst eða eitthvað bladi blað. Þannig að eftir svona klukkutíma þegar ég var búin að kannski að leika mér í solitaire eða eitthvað eða paint það bara kom netið aftur á. Wow. Yep. Fyrstu strikinn aftur bara. Já, bara brupp. Ég bara, yes. og það lagaði ekkert vandamálið, sko. Það var ekkert vandamál. Nei. Og er það bara uppljóstra leyndamáli núna bara? Jep. Núna bara, mamma vissi alveg að ég var örugglega vakandi framhættir að því að ég var úrullur því vaknaði og vildi ekki vaknaði eitthvað, sko. En þetta er ekki verið að segja þetta var í sniðugt sko, gamli Kristbergur er miklu reynslunni ríkari heldur en sá yngri sem hugsar klukkan 10 ég þarf að vakna í fyrramálið best að fara að sofa það var ekkert pælingi þá sko. Nei, enga veginn pælingin þá var ekki að hugsa um framtíðar Kristberg Nei, pælingin í dag er að hugsa um framtíðar Kristberg svolítið sepa hér Ég er eins og gammalt kall, ég fyrir að sofa seinasta lagi 10:30 á virkum dögum, sko. Ég fer upp í rúm, svona reyni alltaf að vera farin upp í rúm svona 10. Já. Bara, það er svona markmið þá bara þá hætti ég öllu, er komin upp í rúm og svo tekur bara við kannski svona smá símagláp. Já, eitthvað smá chill, svona eitthvað chill og svo bara út, sko. Það er svona eins og eldri kynslóðan var alltaf að lesa bækur eða dagblöð eða eitthvað. Já, nema ég detti í svona YouTube og eitthvað. Já, það er cozy, sko. Já. En símar, Óskar, talandu síma. Þeir hafa þróast gífurlega mikið. Já, mér langar oft einhvern veginn að fara aftur í tímanum 20 ár og segja bara við fólki með gamla Nokia síman bara, hey, bara eftir 20 ár þá verður þið bara með allt í hendin ykkar, eða símin ykkar verður bara allt saman. Já, símin er bara þetta er hættulegt tól. Já, þetta er gjöf og körs á sama tíma. En eins og maður er með GPS, maður er með myndavél, bara geðvél, flotta myndavél. Já. Maður getur hringt í fólk. Símar hafa alltaf getað gert það. Já. Þá er þetta ekkert sími. Maður getur senda SMS. Ertu að senda mikið SMS í dag? Ég sendi helling af SMS. Það? Já. Ok, ég er eiginlega bara dottinn í Messenger, sko. Já, ég er Messenger með vinnu mína, en vinnan mín fer í gegnum SMS.
Já, ok, svoleiðis. Já, ef að ég þarf að ná í einhvern starfsmann þá sendi ég honum SMS, síðan ekki alltaf að ringja kannski. Já. Ég sendi honum skilabóð bara, hey, vinna á morgun, get cool. Já. En það er einu SMS-notkunin mín, sko. Já, ég eiginlega er alveg hættur út af SMS, sko. Já, en þetta er náttúrulega búið að þróast gífurlega mikið. Náttúrulega fyrir 20 árum voru tölvur crappity crap og við erum bara basically með miklu betra í höndunum núna. Já. Bara með eitthvað lítinn síma sem spilar tónlist og eitthvað. Já. Með hátalara. Símiðin er basically svona svo iPod var í gamla daga. Baldi í krökkum í dag, þau munu aldrei kynnast lífuna að vera með hellinga dóti í vöðsvonu sínu. Já, og safna lögum. Já, og maður þurft að fara á LimeWire og uTorrent og eitthvað. Já, gerðir þú það? Má ekki segja það. Nei, það er ólöglegt. Ó, nei. Já, ég gerði það aldrei, sko. Já. Á bróðum minn sem gerði þetta. Já. Já. En það var náttúrulega maður var að ná í finna lög til þess að setja inn á iPodin. Já. Og svoleiðis. Svo gæti maður ekki tekið diska, sett inn í iTunes og tekið lögin og sett inn á iTunes. Jú. Rosalega tæknivænt, sko. Já. Þannig að og svo var maður búið einhver mix og eitthvað, nú er þetta bara allt bara í Spotify, maður bara ítur eitthvað playlist og hlustar á það. Já, ekkert vesen. Og ekkert vesen og þetta er allt tengt saman, maður er ekkert að tengja síman við tölvuna, færa tónlistina yfir, býða síðan hótt til að morgun og hvort þetta hafi tekist að því það tók allt svo langan tíma. Það var allt svo lengi. Allt var lengi. Downloada 1 gigabæti tók bara marga daga. Það er bara fáránlega. Já, núna 1 gigabæti, nokkra mínútur bara. Já. Já. Veist, sko, leikir voru spilaðar á diskum. Já. Já, það er búið. Það er búið, já. Já, maður sækir allt á internet. Eins og bara, ef við tökum switchina mína, náttúrulega fólk græðir hvort að kaupi leiki eða downloada þeim. Hún er bara tróðfull af downloadu leikjum, sko. Já. Lögulega, sjálfsög. Löglega, Keyptir og allt það. Keyptir leikir, já. En, sko, ég var einmitt svona leikjasafnari. Langaði að vera bara að display allt í svona fallegum skáp og eitthvað. Núna er ég bara, dandu sér bara. Já. Til að spara pláss heima hjá mér. Og, já. Til að spila leikin. Ég held að það sé líka eitt að þú nennir ekki að bara það er líka bara að fara út í búð og kaupa með maður situr bara í svo kartablaður sofanum til að spila hana eitthvað. Bara eat and play. Já, einmitt að þurfi ekki að standa upp og ná þetta líka gildi með þætti og myndir og svona, þurfi ekki að standa upp og fara einhvers. Reyndar. Hljómar eins og mesti leti í heiminn. Reyndar. Ég var bara að ræða þetta áðan við konuna. Ég sakna pínu að fara í svona vídeoleigu. Já. Mér fannst það var stemming, sko, sem að er hérna bara farið núna. Já. Eins og bara fara út í vídeoleigu. Kaupa snakk. Velja mynd. Velja mynd, sko, ein gömul og ein ný. Já. Og þú veist ekkert hvað þessi mynd er. Nei. Og bara lest eitthvað smá á bak. Amazing man, he's gonna save the world. Bara, ok, nice. Tek hana, svo heyrður nýju myndina í bíóblæðinu. Já. Tekur hana þegar hún er glæný og fær hann á leigu, svo gleymur þessu heima hér og skilar þessu, fær skuld og eitthvað þannig. Það borga einhverja 500 krónur í sekt eða, ekki sekt, þú veist, skuldar blaða eitthvað. Já. En þetta var stemming, sko. Það var alltaf stemming eitthvað að fara svona aðeins út og velja einhverja spesmynd og eitthvað. Já. Og núna er svo mikið í boði að þú er kannski að horfa mynd 40 mínútur seinna þá bara, þetta er leiðilegt, fer að horfa eitthvað annað. Já, og getur með svo hort á trailerin á myndinni og bara sér allt myndina og eitthvað svona. Já, öll lýsingin og... Þú ert ekkert lengur með vaffáðspóluna og sjá alla trailerina á hinum myndunum, svo ekki byrja myndin. Já, alveg rétt, ég var að gleyma því. Ég sakna þessu, jú, samt smá. Já, maður bara, maður að segja þessa mynda. Já, og séðan talandi bara, við erum kannski dottnir í eitthvað alltaf núna, en ertu búin að horfa á Squid Games eða? Já. Holy crap. Við svo meðum ekki tala neitt það, en eða þú veist, við viljum ekki spóilinu, en finnst það þér? Já, ekkert meira. Já, bara langar því að geta bak svona kukk og reyna að gera krafsa? Nei, ég bara, jú, það var gaman að prófa það, en þetta er easy, þetta er bara sigur og smá matasúti og bara Já, ég bara ætla þú að gera þetta, ef þú gerir þetta þá skal ég reyna að leysa þetta hérna í þættinu. Já. Kemur í ljós, kannski gerum við þetta. Þá bara skal ég bara eyða hérna 10 mínútum byrjun á þættinum að reyna að skrapa stjörnuna út. Fólk er ekki neitt að bara
Geðið gott content en þetta er bara sko, lífið er að vísu orðið miklu þægilegra. Já, maður týnist ekki lengur. Nei, Það er ekki hægt. það er bara voða erfitt. Ég er bara, Það er mjög erfitt. það er mjög erfitt. Með þessi útlundu, þú bara, já, ég þarf að fara á þennan stað. Já, bara maps, allt komið bara og allt, það er sko, auðvitað, maður er ekkert að spyrja til vegar. Ég hef ekki gert það í langan tíma. Nei. Einu sem ég spyrir hvað er þú heima? Bara, þetta er heimilsvaki, bara, ok, veit hvað er heima. Já, Bara, sjálfsagt það. búp. Ég nota Google Maps mjög mikið. Ég er ekkert að fara að stoppa, heyrðu, hvað er hérna, hvað er Brúarstræti 20? Já. Brúarstræti, það er gatan hérna, þriðja gatan til hægri. Æði, takk fyrir það. Þú sér kringluna að þú horfir fyrir aftur þig. Já, Og eitthvað. þannig að maður er ekkert lengur eða fá svona leiðarvísi eins og maður fekk stundum kannski skilabóðum bara þú vart að beygja hérna til hægri til vinstri og þá ertu komin í götuna mína. Já, núna bara maps. Þetta er rosa þægilegt líka eins og Alexa og svona. Þá erum við komin út í AI. Gervigreind, já. já. Það er svolítið skeri fyrir bæði, sko. Já. Eða sumir eru hræddir við það, mjög hræddir við það. Því eins og bara með Alexu, hún verður alltaf klárari og klárari. Og ég er búin að eiga hana í nokkur ára og hún er enda að vera klárari og maður bara svona, áhugavert, mjög áhugavert. Býð bara eftir að hún fara að labba. Já. Sko, ég sko, með svona gervigreind og svona Facebook ads, svona sérhæfðar auglýsingar fyrir mig. Já. Og fólk er rosalega hrætt við það. Já. Að eitthvað fyrirtæki hérna heim veit þig að þú fílar ketti. Já. Ég er þar hinum megin á blaðinu. Já, ég líka svo. Mér er drullu sama að einhver út í bæ, bara Facebook, veit það að ég elska ketti. Já. Og sýnir mér allt kattar tengda hluti. Mér finnst þetta svo þægilegt. Nei, þetta er mjög fínt. Ég bara, mig vantar svona. Og svo að sé að hlusta á mann, ég bara, já. Mér finnst það reyndar, ég finna að trufla mig ekkert, en mér finnst alltaf áhugavert að ég er búin að vera að tala með eitthvað, svo bara kortur í seinna byrtist á Facebook-vídunni og ég bara svona, Já, en hins vegar eru tvær kenningar á þessu. Þú ert meðvitaður að þú varst að tala um þetta og þá tekur þú frekar eftir því þegar það er verið að auglýsa það til þín. Já. Gæti verið. Þannig að þá ertu, ég var bara að skoða fréttablaðið í dag og ég var að hugsa um podcast-stíliðinni. Ok. Og ég var að hugsa um að við vorum náttúrulega lausnað með þær vandræði gemsar og leysum öll vandamál. Já, bara svona eins og við gerum, skilur við. Og svo sé ég auglýsingu frá blikksmiðinni, ekki blikkdæmi eitthvað svona við leysum vandan. Ég bara, að ég tók frekar eftir því að það var vanda. Já. Að ég var að hugsa um það en það er engin leið fyrir tölvunum til að lesa hugsanir hjá mér. Nei, það lesa ekki hugsanir. ekki ennþá allavega. Nei, en þú tekur frekar eftir því þegar þú hefur talað um það og endilega, en auðvitað getur vel verið að vera að hlusta á einhver stikkorð og taka það, en það er alltaf leið. Þetta meikar alveg sens því að eins og bara þegar þú átt bíl, ert búin að kaupa bíl, þá sérðu bíliðin allstaðar. Já. Þetta er örugglega mjög svipað því. Það er bara alveg eins. Þetta er bara, þú tekur frekar eftir því þegar þú tengir við hlutin. Eins og eitt sem var ógeðslega skrítið daginn, ég keypti sjónvarp og svona. Já. Og bara mjög stuttu eftir að ég keypti sjónvarpið, þá byrjaði ég bara að sjá sjónvarp bara hjá öllum. Það eru flest allir sem eiga sjónvarp, Óskar. Var þetta ekki fyndið? Nei. Sorry. Og áttu að vera brandari? Þetta að vera brandari. Já. Ég er að hlusta 2 stundum. Já, það er gott. Það er gott. Óskar. Já. En hvernig, ef fyrir maður í vandamála dæmið. Tæknin vandamál. Tækni vandamál. Já. Hræðsla. Fólk sem er hrætt við tækni. Já. Hvernig ámar að aðstofa það til að yfirstíga þann vanda? Alltaf að byrja á síðan þólamæði, sko. Já. Og síðan eru til námskeið, tölvunámskeið og símanámskeið og það er allt til, sko. Já. En finnst þér ekki svolítið, sko, það
það kannski hallaríslegt að fara á námskeið fyrir eitthvað sem allir aðrir kunna. Já. Já. En bara eins og með margt annað, þú ert ekki einn. Já. Það er ástæða akkur þetta er að það er fólk sem þarf á þetta ás að halda. Já. Þannig að það er ekkert að því að fara á námskeið. Bara hvað takkir þetta sem er svona ringur og svona stríkan á tónum? Þetta er til að kveikja á hlutum sem þú sérð. Já. Þetta er meira sem komið í nýjustu bílana. Svona on-taki. Já, það er svona, bara Já. takki Já. og svo er ringur og svo er svona strik á tónum. Já. Og svo líka bara eitt annað. Já. Eitt annað. Google er vinur þinn. Já. Google er besti vinur þinn. Já, þegar kemur að öllu svona. Öllu, bara að öllu. Ég spyr Google örugglega hluti á hverju minnsta degi. Ég líka. Oft á dag. Bara ég spurði mér sér í dag. Bara hvernig á ég læsa mynd í PowerPoint. Já. Af því ég kunni það ekki. Og ég lærði það. Já. Og fattaði að það er ekki hægt. Já, það er ekki hægt. Nei. Það er það að fara einhver aðra leið til að gera það. En Google, þó að það skrifar það astnalega, bara brjálfávit og skrifar það, þá færðu örugglega rétt svar. Já. Bara Google bara, ertu að meina þetta? Fólk hefur skrifað þetta margoft vitlaust og þú ert að meina þetta, það ekki? Já. Jú, ég er að meina þetta. Síðan sko ég held að Alexa sé beintengt við Google alltaf. Já. En ef ég spyr hana, þá basically googlar hann það fyrir mig. Já. Og svo er mér eins og bara í gær ég haf mér reyktan lax og það sem er rosalega krúttlegt þegar ég og Helga fyrir að borða kvöldmat eða bara þegar við borðum mat þá kemur köttin alltaf og sest í sætið á milli okkar. Þannig hún er aldrei að sníkja mat eða neitt, hún bara sest og er svona með okkur við mataborðið. Já. En það sem gerist er að mér langar stundum að gefa henni smá bita, það er ekki sennilega ástæðan hún gefur og í gær vorum við reyktan lax. Já. Og henni fannst þetta eitthvað voða spennandi en ég var ekki alveg viss sko. Þannig ég spurði bara, hey Alexa, segi þetta bara á íslensku, má ég gefa kettin mínum reyktan lax? Og þá kemur hún bara, according to the blabbity blue, þá er það ekki gott. Þá ertu bara, já. Þannig, bara spyrja sko. Bara, sko, Google eða Alexa eða Bixby, Já. já, allir þessar gervigreindir sem við erum með í allum tækjum og tólum vita allt Já. og bara kunna allt. Já, það var alltaf tilbúin að hjálpa þér. En svo, maður líka svolítið að sko, þú mátt ekki, bara eins og með Google það er að gera að velja svona 3-4 liði. Já. Þú veist, ekki klikka á efsta, já, þetta er rétt hjá honum. En þú veist, af því að það er kannski margar síður með vittlusar upplýsingar, þannig að að gera að velja svona 3, lesa það og þá ertu komin á niðurstöðu. Já, svona meiri hlutin sem hefur rétt fyrir sér, eða þú veist. Já. Þannig að, hvað veist, hversu lengi átt að sjóða kartöflur sem ég hef googlað margoft. Já. Það er svona kannski glugga yfir 3 niðurstöður að, ok, það eru 10 mínútur eða eitthvað. Já, ég vil saman með að sjóða egg. Já. Og þá fær maður alltaf hvernig egg maður vill fá, harðsóðið eða línsóðið og svo framvegis. Já. En hvað gerum við samt, út af að við vorum að tala um tæknir hræðslu og svona? Það eru mjög margir sem eru hræddir við gervigreindir. Já. Hvernig getum við, það er svolítið skeri, sko. Hver er hræðslan? Bara að þær verði ofgáðar og fari að svona taka yfir allt saman. Já. Sem er alveg... Sem fara að læra bara meira og minna bara að vera sjálfstæð. Já, og basically svona fatta allt saman og geta stjórnað öllu og læra að hakka og læra þetta, læra hitt og bara rústa bara öllu. Já, því að við erum alltaf með Alexur og Google og þetta er, en síðan eru gervigreindir sem eru miklu klárari. Eins og ég held að Tesla sé að framleiða eitthvað, eða Elon Musk, Facebook held ég líka, mögulega, já, Google potið líka, Amazon. Þeir eru allir að framleiða einhverja mismunandi svona gervigreindir. Sem eru mjög klárar, sko, og lærar mikið og hratt og mikið. Sko, sem vandamála sérfræðingur til annars vandamála sérfræðing. Þá er það ein mjög góð lausn. Já. Bara slökkva. Bara slökkva það? Já, bara íta á off-takkan og telja upp á 10 og svo íta on-takkan. Það er enda góð punktur, sko. Og svo ef að segjum að þetta taki bara yfir allt internetið, þá bara segja bara, þú mátt bara eiga þetta, við ætlum að færa okkur hingað. Já. Bara búa til antranetið. Antranetið? Já. Wow. Já.
Universnet eða eitthvað bara annað, þú bara AI-in tók yfir þessu, bara ok, við gerum ekki þessi mistök aftur. Já. Bara við erum ekki að fara að leyfa henni að læra hvernig á að sjóða kartöflur. Já. En þannig að við búum til annað internet, bara getum þess að byrja upp á frá grunni eða tekið reynda að afrita allt og færa það yfir með hörðum diski eða eitthvað svona physical sem það getur ekki stjórnað. En ekki búið að segja að internetið muni einhvern tímann deyja? Já, það er margoft sagt. Það er bara, ég held að margir hafa sagt að allt séu taka yfir og heimurinn er að farast út af internetinu. Já, 5G mun steikja þér heilan. Það er eitthvað sem ég hefur alltaf þótt svolítið klikkað eins og, þú veist, fyrst var það radíóbylgjur eða eitthvað svoleiðis, síðan var það einhverja aðra bylgjur. Já, þú veist, sko með allt svona, bara COVID, 5G, þá þurfa allir einhvern veginn að vera á móti overhype þetta svolítið og tala gegn þessu meðan hinir bara þú veist, bara anti-vaxxers, bara förum þangað, við erum að fara þangað ok, ég heyrði uppistandara, bara mér finnst að ok, kannski uppistandari það er ekki læknir áhugalæknir kannski. Já, en hann kom með góðan punkt að því að það voru svona mörg rök fyrir því að yfirvöldin er að láta okkur bólusetja okkur svo að þau getur stjórnað okkur. Já. Og jafnvel á endanum drepið okkur. Já, þannig að 5G spreytan. Já. Þess vegna erum við að fá okkur bólusetningu og þau eru að fara að stjórna okkur og lesa allt sem við erum að gera og eitthvað svoleiðis. Wow. Já. Hann sagði, af hverju ætti stjórnvöldin að drepa þá sem hlýða? Wow. Já. Einmitt. Já. Það meikar engan sens. Það meikar engan sens. Af hverju ætti bara, við ætlum að drepa alla sem ákveðu að taka það ákvörðun að fá bólusetningu sem við raunni skipuðum til að gera. Já. Ég er bara að setja þetta út, sko. Núna er góður tími til að hringja í 792-2025 og segja þína skoðun. Já. En Óskar minn, já, við erum í boði Ísland-Pólland.is. Mikið rétt. Við erum líka í boði Ísland-Pólland.is í byrjun á þættinu sem við glemdum að segja. Já. Og í miðjun á þættinu. Já. Og við erum í boði Ísland-Pólland.is, þannig við ætlum að tala ógeðslega mikið um Ísland-Pólland.is núna síðustu mínútin. Já, við vorum í boði Ísland-Pólland.is bara áðan. Já, og við höfum alltaf verið það. Ekki alveg alltaf. Ekki alltaf. En mér langaði að segja eitthvað. Hvað langaði mér að segja? Það var eitthvað með það. Já, 5G, já. Ég man ekki neitt, sko. Nei, þá bara skaldu geima. Bara gleyma. Bara burt, það er bara búið. Geimt okkur. Já. Þú veist, ég hef marga hluti sem ég langaði að segja sem ég náði ekki að koma inn í þættina því að bara það er of seint. Já, athyglisbrestur og allt þetta. Já, bara Ísland-Pólland.is. Já, til dæmis. Bara Ísland-Pólland.is. Þeir eru að selja potaskeljar. Já. Við vorum að tala um heita potundaginn. Já, það. Og sögðum svo Ísland-Pólland.is. Já. Þeir eru að selja allt. Þeir eru eiginlega með bara meira. Þeir eru með bara svona lítil mótorhjól. Já. Það er sérpanda held ég, en svo leist það, þeir eru bara með meira með allt. Það er til ég var til ég að ég eitt svoleið, sko. Já, það, kannan mótorhjól? Nei, ekki heldur. Ég var til í fjórhjól. Fjórhjól, já, og getur maður setið á rassinn, almennilega. Og þú dettur ekki eins og reiðhjóli, sko. Nei, það er svolítið næst. Þau eru hjólað eitthvað nýlega á reiðhjóli. Reiðhjóli? Já. Ég fekk að pröfa rafmagnsreiðhjól. Já. Þá var ég ekki búin að fara á reiðhjól í svona 10 ár. Já. Og ég held ég myndi bara detta af þessu. Já, þetta er stórhættulegt. En mér kekk bara það. Það er gott að heyra. En Ísland-Pólland er ekki með reiðhjól. Ekki? Nei, ég held ekki. Nei. En þeir eru með sturtuklefa. Það eru með sturtuklefa og ekki hengi. Ég segi alltaf sturtuhengi. Sturtuhausa. Sturtuhausa. Já, svona blöndunartæki. Já. Þannig að ef þú ert í framkvæmdarhug og ert bara, hvað er að gera? Ísland-Pólland.is. Nákvæmlega. Já. Ég held að við höfum alveg náð að redda okkur með þessa segvei í Ísland-Pólland.is. Þannig að bara við erum með eitthvað, sko, við þurfum að segja þetta sko nokkur sinnum yfir þáttinn en við bara glemdum okkur alveg rosalega mikið núna. Já. En Óskar minn. Já. Tónlist. Já. Við erum bara komin á leikslokum. Þetta er bara búið í dag. Þetta er búið að vera ágætis þáttur hjá okkur. Já. Náum að tala alveg hegling um þetta. Já.
Fylgið okkur á Instagram, Facebook og TikTok, YouTube. Subscribe og bara gerið það sem þið að gera og gerið það bara vel og Hringja og syngja í találuð okkar. Og ef þú, ja, 792-2025. nákvæmlega. Og ef þú hvað? Bara ef þú ert einhvers staðar núna labbandi í vinnunni eða ert bara eitthvað rosalega í fúlu skapi, hugsaðu bara að kemur annar dagur eftir þennan dag. Já, ég fór reyndar að hugsa eitthvað allt annað eins og bara vertu ekki í vondu skapi eins og ljótur api eða eitthvað. Já, Já. það er bara, þú getur allt sem þú vilt gerast. Já. Þetta Ég er að reyna að vera motivational en ég einhvern veginn hef ekki neitt. Nei, ok. Vertu bara stay cool. Stay cool, bro. Já. Takk fyrir mig. Takk sömuleiðis. Bye bye.